Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Gunnar Hrafn Jónsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Já, frú forseti. Mig langar að beina fyrirspurn minni til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Þessari jómfrúrræðu minni á Alþingi seinkaði nokkrar vikur vegna veikinda sem ég held ég þurfi ekki að rekja frekar. Að gefnu tilefni vil ég því spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra hvenær þingheimur geti búist við að fá upplýsingar aðgerðaáætlun stjórnvalda í geðheilbrigðismálum. Ég veit af eigin reynslu að í þeim málaflokki ríkir neyðarástand. Ég fullyrði að sjúklingum í dag mismunað eftir því hvort þeir glíma við svokölluð líkamleg eða andleg veikindi og ástandið mun aðeins versna ef við höldum áfram á sömu braut. Geðdeildir fjársvelt, meira að segja húsgögnin þar inni eru að liðast í sundur svo ekki sé minnst á sjúklingana. Eins og staðan í dag getur geðdeild aðeins tekið við fólki í bráðri lífshættu. Þeir sem eru minna veikir þurfa að bíða þar til þeirra mál eru komin í óefni. Þá fyrst hægt að gera eitthvað. Því má líkja við að taka ekki við sjúklingi með kransæðastíflu, segja honum að koma aftur þegar hann hefur hnigið niður úr hjartaáfalli. Þá fyrst var einhver aflögu fær til að hnoða hann til lífs. Það einfaldlega galin stefna sem kostar mannslíf. Að meðaltali fellur allt að 1 Íslendingur á viku fyrir eigin hendi, margfalt fleiri en deyja í umferðinni. Það liggur því á að fá svör frá hæstv. Heilbrigðisráðherra hversu mikið svigrúm við höfum til að bregðast við þessari alvarlegu stöðu strax á yfirstandandi þingi, bæði hvað varðar núverandi neyðarástand á geðdeild og forvarnir til að tryggja að það versni ekki enn frekar. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Óttarr Proppé. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og óska honum jafnframt til hamingju með jómfrúrræðuna. Og enda var hún ekkert smá. Þetta er mjög mikilvægt málefni sem mér mjög nærri hjarta. Geðheilbrigðismálin eru ég segi nú ekki í lamasessi, en þau þurfa virkilega mikla innspýtingu. Ég hef horft mjög til geðheilbrigðisstefnu sem var samþykkt hér á vordögum á síðasta ári af þingi, og þar í er stefna aðgerðir sem við erum að undirbúa í ráðuneytinu, en því miður, og það kemur nú að hluta til vegna kosninga, stjórnarkreppu og þess að ríkisstjórnin tók seint við, þeirri vinnu ekki lokið, en ég vonast til þess að geta komið með þá vinnu til þingsins sem allra fyrst. Ég sammála hv. þingmanni það að fjárfestingar í geðheilbrigðismálum, aukin þjónusta, ekki bara á Landspítalanum, í stóru sjúkrahúsunum, heldur líka í gegnum heilsugæsluna, í gegnum nærþjónustuna, beint í gegnum skólakerfið. Við höfum rætt hérna áður í þessum sal sálfræðiþjónustu inn í framhaldsskólana, sem ég held að sé mjög brýnt verkefni og megi vinna í samvinnu við heilsugæsluna. En þetta eru mikilvæg verkefni og mikilvæg fjárfesting fyrir samfélagið allt. Ég held að eitt af því sem við þurfum að þróa núna í undirbúningi fjármálaáætlunar til næstu 5 ára akkúrat hvernig við getum lyft forvörnum og lýðheilsu hluta fjármagnsins, skulum við segja, til þess að á endanum auka lífsgæði og búa til líka beinharðan sparnað á hinum endanum. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Gunnar Hrafn Jónsson. Frú forseti, mig langar til að þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir svörin. Sérstaklega mikilvægt að huga að því að forvarnir séu partur af þessum pakka og fari inn í, eins og hann talaði heilsugæsluna og í grunnskólana og menntaskóla og víðar. Mig langar að spyrja bara að lokum hvort að það sé einhver sérstök áætlun geðheilbrigðismál ungs fólks eða hvort að það sé í raun og veru bara svona partur af þessum stærri pakka sem við erum að fara að takast á við. Takk. Þá tekur til máls að nýju hæstv. Heilbrigðisráðherra Óttarr Proppé. Frú forseti, já, eins og ég sagði hérna í fyrri ræðu minni þá þessi vinna í gangi í ráðuneytinu að vinna aðgerðaáætlun upp úr eða í takt við geðheilbrigðisstefnuna.
Það segir sig eiginlega sjálft að málefni ungs fólks eru mjög ofarlega í þessum málaflokki vegna þess að þar kreppir skróin að og það er tiltekið í stjórnarsáttmálanum að við leggjum áherslu á geðheilbrigðisþjónustu fyrir ungt fólk en líka fyrir fjölskyldu ungs fólks sem skiptir miklu máli. Sömuleiðis er mikilvægt að horfa til aðstandenda þeirra sem eiga í vanda og þá ekki síst barna. Þannig að já, sú áhersla er mikilvæg í vinnunni hjá okkur. En aftur þá þakka ég þingmanninum kærlega fyrir góða fyrirspurn og til hamingju með jómfrúrræðina.